Ég vinn á fæðingarvakt Landspítalans og hef unnið þar í 34 ár eða frá útskrift úr ljósmæðranámi. Ég valdi mér ljósmóðurfræðina eftir hjúkrunarfræðina af því að mér fannst allt í kringum fæðingar mjög spennandi. Ég hafði áður unnið á bráðamóttöku og á fæðingarvaktinni vinnum við líka eins og á bráðamóttökunni við bráðaðstæður oft á tíðum og það þótti mér mjög spennandi. Eins finnst mér mjög gefandi og áhugavert að vera með fólki á stærstu stundum lífs þeirra og eins þegar erfiðleikar koma upp á og jafnvel á erfiðustu stundum lífs fólks. Það að fæða barn og taka á móti barni hefur ekki breyst í aldanna rás. En auðvitað hefur tæknin komið inn og í dag notum við kannski meiri ómskoðanir heldur en það gert áður. Ég held að það sé aðalbreytingin á mínu starfi. Góð ljósmóðir þarf náttúrulega að vera fær á sínu sviði. Hún þarf að búa yfir stólískri ró, geta tekist á við það sem á höndum ber. En fyrst og síðast þarf sú hugsun að vera til staðar að tryggja öryggi fæðandi kvenna og nýbura. Fyrir mér þýðir öryggi í fæðingu að þegar ég labba út á fæðingarstofu eftir fæðingu að þá er ég með heilbrigða konu og heilbrigt barn inn á stofunni. Ég tek við þessari heiðru með auðmýkt og þakklæti. Frá 2013 höfum við verið í stóru átaki með öryggismál á fæðingarvaktinni og ég er ein af 4 konum sem innleiddi bráðaæfingar á kvennadeild Landspítalans og þær snúast fyrst og síðast öryggi og samskipti. Það sem upp í huga minn kom þegar haft var samband við mig, að þetta var ekki bara verið að heiðra mig, heldur allan þann hóp ljósmæðra og lækna og sjúkraliða sem ég unni með í gegnum tíðina.